og hálfklárað. Það þýðir í rauninni bara að þetta á varla að geta staðið sjálft en samt sjáum við pínu svona framhaldið. Þannig að það snýst að taka í burtu allt sem ekki must have. Af því við viljum geta sýnt öðrum eins fljótt og hægt reyna að cutta corners og reyna einhvern veginn að láta það virka á eins fljótum tíma. En mér langar að tala eins með tölvuleik sem að ég og samvinnumundur vorum aðeins að þróa fyrir nokkrum árum. Við gerum hennan leik á 2 vikum, við köllum hann Lone Bandit og fyrst ætlum við að gera Hollow Knight klón. Það var sérst í námskeiði í Háskólanum Reykjavík. Þannig að við byrjum aðeins að skissa upp hugmyndum leik þar sem að við ætlum að herma pínu eftir Hollow Knight. Og Hollow Knight svona leikur sem með combat, þú ert að berjast og þú ert líka með plattforming, þú ert mikið að hoppum og dasja og reyna einhvern veginn að koma þér milli staða. Og kennarinn sagði bara býtu, já, þið þyrftu eiginlega að velja annað hvort. Þið hafið bara 2 vikur og alltaf erfitt að vera að gera bæði. Þannig að þið verðið að velja annað. Af því að ef við veljum bæði, þá endum við að vera með, og þetta mín orð ekki orð kennarins, eins og ég túlkaði þetta, þá verðum við með svona 2 eiginleika, 2 mechanics í leiknum sem frekar shitty. Af því við myndum ekki hafa nægan tíma til að láta bæði virka vel. Þannig það betra að einblína bara á eitthvað eitt og gera það vel, heldur en að half-assa tvennt. Þess vegna endum við að gera eingöngu plattforming leik, við setjum ekkert combat í leikinn og ég eiginlega bara sammála þessar ákvörðun. Við höfum þá miklu meiri tíma í að fínpússa og gera hlutina vel í staðinn fyrir að vera alltaf á hlaupabrettinu að reyna að drífa okkur í að gera eitthvað enn eitt í viðbót skilji. Þá getum við frekar bara fókusað á eitthvað eitt, gert það vel í staðinn fyrir að vera með 100 hluti í gangi og allir þeirra eru hálfkláraði skilji. Þannig að leikurinn var bara miklu betri fyrir vikið. Hérna lítið vídeo af leiknum sem sýnir aðeins plattforming elementið. Þetta er fyrsta borðið. Það er þetta bara svona frekar einfalt, bara verið að kenna hvernig þú getur hreyft þig og hoppað og dassjað og allt það. Og svo líka smá klippa úr seinasta borðinu sem töluvert flóknari eða sem sagt flóknara plattforming í því borðinu. En þetta er svona sýnipínu, við hefðum aldrei getað gert svona ef við hefðum líka sett inn kombatið. Þannig sýnir bara hversu mikilvægt það að fókusa bara á eitthvað eitt sko. Svo við sjáum hérna, þetta er aldrei flókið borð sko. Þannig að ef þú tekur eitthvað í burtu, þá getur það leitt til þess að annað blómstrar. Þannig að hafðu það í huga. Ekki reyna að gera allt í einu, heldur veldu þau atriði sem eru allra mikilvægust og klipptu í burtu það sem ekki eins mikilvægt. Og þá getum við svona reynt að láta það mega sens. Ná að gera eitthvað á einni viku á þess að við séum að eyða bara öllum tíma okkar í það. Við viljum líka bara hafa þetta jafn áðum ásamt öðru í líf okkar sko. Tölum samt aðeins feedback, af því að nú ertu að þróa eitthvað til að geta sýnt öðrum. Feedback, íslenska orðið endurgjöf. Þegar þú ert að sýna öðrum, passaði það ekki reyna að hafa neinn áhrif á manneskjuna. Hún ætti að fá svona ráu upplöfunina af þinni hugmynd. Þannig að leyfðu útfærslunni að þinni hugmynd að sjá að tala sem mest. Og gott væri manneskja sem að prófa myndi tala uppátt hvað hún að hugsa. Ímyndaður að sýna appið þitt eða vefsíðu eða eitthvað. Þá fínt að þú kannski fylgist með, þú kannski getur fengið ættingja eða vin eða eitthvað til að skoða hvað þú búin að vera að gera. Og þá bara skalt þú fylgjast með, sitja aftur og sjá bara fyrstu viðbrögð. Og þá getur manneskja sem að prófa að tala uppátt. Sagt bara hvað henni finnst og hvað hún að hugsa og bara verið pínur hrá. Þá færðu raunverulega prófun
í staðin fyrir að vera alltaf býtu, farið þanga fyrst og gerir svo þetta, þá ertu búin að hafa mjög mikið áhrif á prófunina sko. Og sama með lög eða ef það skrifa bók eða eitthvað, leyfðu þessu bara standa eitt og sér. Ég veit þetta hálfklárað og asnalegt og allt það, en bara það svo mikilvægt fyrir því að fá hráu gögnin, þess að fá svona hráa upplifun fólks. Af því þannig mun fólk út í bæ sjá þetta. Það mun ekki hafa þig við hliðina á sér þegar það að skoða lagið á Spotify eða hvernig sem það Þannig reynda að hafa það í hugum. Þannig að núna bara fókusin að gera eins lítið og þú kemst upp með og svo sýna öðrum.